Komið sælar, kæru steingeitur. Lesturinn fyrir ykkur komin á borðið. Það lítur út fyrir að þið eru að fást við einhvers konar fjármál eða efnisleg mál sem hafa ekki alveg verið að ganga upp. Einhverjir ykkar gæti hafi verið að sækja lán og fengið neitun. Þið gæti líka hafa verið að reyna að byrja á nýju verkefni sem hefur gengið brösulega. En það þýðir ekki að þið eigið að gefast upp, heldur reynið að virkja þolinmæðina og þrautseigina hjá okkur, því að hér fyrir fram að mig eru 2 nýir sprotar sem segja mér að það eitthvað sem að búið að spíra, komið á stað og lítur bara út fyrir að hafa góða möguleika til að vaxa og verða að einhverju stærra og meira. Ég sé líka fyrir mig að þetta getur verið 2 einstaklingar sem eru hvor sig að þroska og þróa með sér annarkvort hæfileika eða eru að vaxa eða dafna á nýjum stöðum, og það getur þá verið efnislega nýr staður, það að segja flutningur, eða hreinlega bara nýr staður í þroska, að manneskjan komin á ákveðin tímamót og það nýtt tímabil að fara að byrja í hennar lífi. Þú gæti verið önnur af þessum manneskjum, eða þetta gæti verið einhverjir 2 aðilar sem að tengjast þér. Nú, kæru steingeitur, það að fá svarið nei oft jákvætt. Þarf ekki alltaf að vera neikvætt, heldur getur orðið til þess að þið leitið annarra leiða sem að síðan þegar á hólminu komið á einhvern hátt betra fyrir ykkur, eða hefur í för með sér eitthvað sem að jákvæðara. Og það getur líka verið að það sé gott í þessari stöðu að liðka fyrir með ákveðnum leiðum. Þið með ekki misskilja mig, ég ekki að tala mútur eða neitt slíkt. Einhverjir geta alveg farið þangað, en ég að tala að reyna að finna frekar leiðir til að fara fram hjá fjallinu, utan það, í staðinn fyrir að klífa yfir það. Ef að það ekki hægt, ef þið skiljið hvað ég á við. Nú það bara hreinlega að bora jarðgöng í gegn. Það vantar einhvern part í þessa formúlu sem hérna á borðinu, og það tjáningaparturinn, skilaboðin. Það skortur á skilaboðaflæði. Það einhver inn í skelinni en þá eða utan við sig, eða búinn að draga sig út úr málunum, og hans hlutverk eða partur í þessu öllu saman mikilvægur, og ef til vill það sem að ég fékk hérna áðan að þurfa að liðka fyrir. Í guðanabænum fari ég samt ekki að eitthvað eins og við segjum á góðri íslensku að sleikja manneskjuna upp, heldur það bara verið að meina að hér vantar kannski ákveðna gulrót til að fá þennan aðila aftur á borðinu eða aftur til að taka þátt. Mér sýnist það ætla að ganga, og lífið á aftur eftir að komast í eðlilegt horf.
þið eigið eftir að halda áfram með þetta sem að umræðir og allavega á þetta eftir að vaxa og dafna og skapa ávöxt. Ok, það er spurning hvað þetta er í ykkar tilviki, kærastengið. Við skulum sjá. Að ná takmarkinu og sigla á vit ævintýranna, taka áhættu varðandi þennan sprota eða þessa sprota og virkja síðan kraftinn sem kemur með þessu nýja. Þú hefur yfir að búa því sem að þú þarft. Þú ert sterkari en þú gerir þig grein fyrir. Þú þarft bara að stíga inn í þennan styrk og nýta hann, nota hann þér til góðs, taka áhættu, eins og víkingarnir gerðu, sem ef til vill eru þínir forfeður, halda á vit ævintýranna og ná takmarkinu þínu með því að leyfa þér að nýta kraftinn þinn og láta ljósið þitt skína. Þetta er svona bara mjög skýrt, skulum við segja. Þeir hafa verið þessi lestrar sem ég hef verið að gera núna. Kannski eru það spilin sem gera það, en það er allt frekar svona skýrt og stutt og laggott. Já, þú ert að stækka, víkka út, fara á vit nýrra sjóndeildarhringa. Ljósið þitt, það er að segja lífskrafturinn þinn, sálin þín, er að breiða úr sér og æðra sjálfið þitt er að tala við þig eða herra sjálfið þitt og þú ert að fylgja því, þú ert að fylgja ákveðinni köllun með þessu verkefni eða þessum sprotum sem er bara æðislegt og þú færð hérna stuðningsspilið líka sem að einhver annar fékk. Þú hefur stuðning umhverfisins og þinna nánustu til að sinna þessu, hvað sem að það nú er. Og leiðbeinendur og englar þínir minna á að þú ert aldrei ein, kærastengið. Þeir eru að baki þér og veita þér stuðning og síðan síðan veita þeir þér þá vernd sem þú þarft á að halda líka. Ef þú hefur einhvern ótta í brjósti þér gagnvart þessu, þá máttu vita að þeir eru tilbúnir að reka kvaðina á braut sem er að valda þér ótta. Þá bara að gera að setja sig í samband við þá og tala við þá. Og það er ekki flókið, það er einfaldlega bara að loka augunum og kyrra hugann og tala við þá eins og þið myndu tala við góðan vin og biðja þá aðstoð. Til dæmis bara með því að segja kæru leiðbeinendur. Mikið væri ég til í núna að þið veittu mér smá aðstoð við það sem ég er að fást við. Það þarf ekki að vera flóknara en það. Já, kæri steingetur, mér líst rosalega vel á þetta fyrir ykkur. Þetta er einfalt og kraftmikið og ég held að það sem að þið séu að fara að takast á við eigi eftir að bera ávöxt og verða jákvæður þáttur í lífi ykkar. Gangi ykkur vel, ljós og kærleikur.